Herru, komið sæl. Reynum að byrja þetta tímanlega, svona allan inn að marka. Fyrir hönd Rikk þá býð ykkur velkomin á 7. eða velkomnar. Það nú reyndar einn sofandi drengur. Velkomin. Fyrir hönd Rikk þá býð ykkur velkomin á 7. og jafnframt síðasta hádegisfyrirlestur haustmisseris. Og ég heiti Dagný Arndóttir Pind og ætla að fara með fundarstjórnin í dag. Og ég starfa sem lögfræðingur hjá BSRB og vinn meðal annars að jafnréttismálum hjá bandalaginu og myndi segja að ég væri mikil áhugakona kynjaða fjárlagagerð og hagstjórn. Þannig ég er bara mjög spennt að heyra fyrirlesarana. Og í dag eru 2 fyrirlesarar og þær vinna báðar í heilbrigðisráðuneytinu. Það eru Guðlaug Einarsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu heilbrigðisþjónustu og Unnur Ágústsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu hagmála og fjárlaga. Á verkefnasviði Guðlaugar er meðal annars þjónusta við aldraða og hún er með BS-gráðu í hjúkrunarfræði, Cand.Obst í ljósmóðurfræðum, MPM-gráðu í verkefnastjórnun og diplómagráðu í opinberri stjórnsýslu. Allt frá Háskóla Íslands. Unnur er jafnréttisfulltrúi heilbrigðisráðuneytisins og fulltrúi þess í stýrihópi stjórnarráðsins kynjaða fjárlagagerð. Störf hennar felast í fjárlagagerð og eftirliti með rekstri stofnana ásamt ýmsum verkefnum sem tengjast jafnréttismálum. Hún hefur stýrt jafnlaunagreiningu í ráðuneytinu, en ráðuneytið öðlaðist jafnlaunavottun 2017 og launagreining fer fram árlega. Unnur er með meistaragráðu í viðskiptafræðum frá Háskólanum á Bifröst og framhaldsdiplómur í opinberri stjórnsýslu og hagnýtum jafnréttisfræðum frá Háskóla Íslands. Í erindi Guðlaugar og Unnar í dag verður fjallað stuttlega kynjaða fjárlagagerð, hvaða tilgangi hún þjónar, á hvaða grunni hún byggir og staða innleiðingar hér á landi. Á næstu árum er fyrirsjáanlega mikil fjölgun aldrara og jafnframt verða færri einstaklingar á vinnualdri að baki hverjum öldruðum. Þetta er staðreynd sem mun leiða sér krefjandi verkefni í þjónustu við aldraða og farið verður yfir niðurstöður og greiningum á stöðu aldrara sem liggja fyrir hjá heilbrigðisráðuneytinu, áherslur í stjórnarsáttmála og velt upp spurningum og hugleiðingum mismunandi stöðu kynjanna og hvernig mögulega er hægt að bregðast við og bæta úr. Þannig ég býð þær bara velkomnar og þær halda sitt erindi og svo getum við haft umræður hér á eftir. Komið sæl og gott að það sé einn fulltrúi karlkynsins þó að hann sé ekki eins og sagt var í minni sveit komin til vits og ára og samt gott að vita til þess. Hvernig ítum maður bara örina? Við ætlum ég ætla að byrja á að fjalla aðeins kynjaða fjárlagagerð bara lauslega og svo tekur Guðlaug við og svo tek ég aftur við restina. Þannig að við byrjum að horfa á bara hvað er kynjuð fjárlagagerð og þetta er skilgreining Evrópuráðsins, ferli sem fælst í að beita samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða á fjárlagaferlið. Ég byrði ykkur að afsaka, ég þarf alltaf að hafa skrifað punkta af því að ég er ég er komin 70 og man ekkert fyrir hot lengur, þannig ég þarf alltaf að hafa svona hækjur. Þetta er þá skilgreining Evrópuráðsins og fjárlögin eru ekki, eins og talið var hér áður, einungis efnahagslegt tæki, vegna þess að í þeim endurspeglast fjármálastefna og pólitísk áherslumál og þau eru ekki kynhlutlaus og geta haft mismunandi áhrif á karla og konur. Og þau endurspegla líka ójöfn valdahlutföll í samfélaginu, mismunandi lífskjör og félagsleg hlutverk. Og kynjaða fjárlagagerðin, hún er einfaldlega verkfæri til að draga þennan mismun fram og bregðast við og auka jafnrétti. Og þetta eru svona helstu punktarnir, það er lagt kynjamat á fjárlögin og kynjasjónarmið samofin í öll stig fjárhagsáætlunar og fjárlagaferlis, þetta er svona eins og við viljum sjá þetta, og tekið útgjaldaliðir endurskipulagðir með það markmið að stuðla að kynjajafnrétti. Og almennt kynjaða fjárlagagerð,
þá það þannig að vegna mismunandi stöðu fólks þá hefur tekjuöflun og ráðstöfun opinbers fjár ólík áhrif. Og bara ef við tökum dæmi þá getur það átt viðvarandi skipulag samgangna, búsetusvæða, atvinnuþátttöku, fæðingartíðni og svo má áfram telja. Á landinu utan höfuðborgarsvæðisins búa til að mynda fleiri karlar en konur og það mest áberandi hjá yngra fólki. Og það má leiða því líkum að það sé vegna ólíkrar stöðu kynjanna sem ekki hefur verið tekið mið af þegar ákvarðanir hafa verið teknar. Og það getur átt við varðandi mótun atvinnutækifæra í samgöngumálum, heilbrigðisþjónustu og þjónustu við barnafjölskyldur. Þessi staða hefur auðvitað neikvæð áhrif á fólksfjölgun utan höfuðborgarsvæðisins. Og fjárlagagerðin snýst að sameina þessa þekkingu á jafnréttismálum og kynjamisrétti og gerð fjárlaga og stuðla að hagkvæmri og réttlátri dreifingu fjármuna. Og eins og áður sagði þá endurspegla fjárlögin gildismat og forgangsröðun og geta haft mismunandi áhrif. Og það talið og í rauninni engin vafi þar á að kynjuð fjárlagagerð stuðlar að betri efnahagsstjórnun og upplýstum ákvörðunum. Ef að bent á möguleg kynjaáhrif, hvort sem að ræða fjárlagatillögur, samdrátt í ríkisfjármálum eða lagafrumvörp, að þá getum við allavega sagt að við erum búin að benda á að þessar aðgerðir hafi kynjaáhrif og það náttúrulega síðan stjórnvalda að ákvarða hvort að brugðist sé við eða ekki. Og allur gangur þar á. Kynjuð fjárlagagerð, á að skila heilmiklum árangri. Hún á að stuðla að efnahagslegri velferð og misrétti hefur slæm áhrif í samfélögum. Hún á að ýta undir upplýstari ákvarðanatöku, tengja saman stefnu í jafnréttismálum og stefnu í efnahagsmálum. Þetta ekki sérstök fjárlagagerð fyrir konur eða karla, heldur tekur mið af stöðu fólks og á stuðla í jafnrétti. Hún kallar á samþættingu félagslegra sjónarmiða við fjármálaáætlun og fjárlagagerð og frekari greiningu á því hverjir eru notendur þeirra fjármuna og gæða sem að ríkið útdeilir hverju sinni. Öll markmiðasetning verður hnitmiðaðri ef við styðjumst við kynjaða fjárlagagerð en hún krefst þátttöku hagsmunaaðila og ætti að auka lýðræðislega áhrif. Með því að hafa tekju- og útgjaldaliði fjárlaga eða tilteknar aðgerðir stjórnvalda með því að beita aðferðum kynjaðrar fjárlagagerðar á þessar aðgerðir þá náum við betri árangri. Við minnkum misrétti og við náum betri efnahagslegum árangri. Fjárlagagerðin tæki sem á að stuðla að betri efnahagsstjórnun og upplýstari ákvarðanatöku, meiri hagsæld og velferð samfélagsins. Og ef við förum stuttlega yfir sögu innleiðingarnar þá var fyrsta verkefnisstjórnin skipuð 2009. Í henni voru fulltrúar frá velferðarráðuneytinu, jafnréttisstofu og rannsóknastofu í kvenja- og kynjafræðum ásamt sérfræðingi stjórnarráðsins í jafnréttismálum. Og þarna var í fyrsta sinn gerð tilraun til að innleiða kynjahagstjórn og fjárlagagerð. Það hafði að vísu áður verið unnið eitt verkefni á sviði kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar sem hluti af norrænu samstarfi á árunum 2005 til 2006 en það varð ekki framhald af því verkefni. En málið var þarna tekið upp aftur. Og vorið 2010 þá hófst vinna við tilraunaverkefni í öllum ráðuneytunum og samhliða því var ráðinn verkefnisstjóri til að halda utan vinnuna. Og þetta hefur að mínum mati skilað mjög miklum árangri þó að hægt færi að stað í byrjun. Það allavega ég búin að vera með alveg frá þessum tíma, frá þarna 2010. Og fyrst þegar það byrjaði að tala þetta þá var bara horft á mann hvert að tala. Við ætlum ekki að gera þetta bara bull og vitleysa. En núna erum við komin ansi mikið lengra. Og flestir gera sér grein fyrir að þetta bara hluti af okkar störfum.
niðurstöður tilraunaverkefnanna og áfangaskýrslur, þær voru kynntar í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2012 og þetta var þá í fyrsta skipti sem var fjallað um þessi verkefni í fjárlögunum og frumvarpinu. Nú í apríl 2011 þá samþykkti ríkisstjórnin 3 ára áætlun áframhaldandi innleiðingu. Þar var kveðið á ýmsar leiðir til að festa kynja ástjórn og fjárlagagerð í sessi og í kjölfarið þá unnu öll ráðuneytin verkefni með einn meginmálaflokk samkvæmt aðferðum kynja hagstjórnar og fjárlagagerðar og vinnan tók 3 ár. Árlega voru birtar skýrslur framvindu og niðurstöður kynntar í fjárlagafrumvarpi 2015. Síðan var kynjuð fjárlagagerð lögfest hér á landi og það að mínu mati eiginlega stærsta skrefið í innleiðingunni og í því að við erum að ná að fóta okkur. Þarna er sem sagt komin lagagrunnurinn og eins og þið sjáið þá stendur þarna hreinlega í 18. grein laga opinber fjármál. Ráðherra í samráði við ráðherra jafnréttismála hefur forystu að gerð verði áætlun kynjaða fjárlagagerð sem höfð skal til hliðsjónar við gerð frumvarps til fjárlaga. Í frumvarpi til fjárlaga skal gerð grein fyrir áhrifum þess á markmiðum jafna stöðu karla og kvenna. Þetta eru heilmiklar kröfur og við höfum verið að reyna að feta okkur í áttina en finnst stundum hægt miða en það miðar þó. Markmið þessa ákvæðis að treysta þessar aðferðir kynjaðra fjárlagagerðar í sessi. Og mótun fjármálaáætlunar og fjárlaga felur í sér ákvörðun félagslega og efnahagslega forgangsröðun stjórnvalda hverju sinni. Og eins og áður sagði þá hefur tekjuöflun og ráðstöfun opinbers fjár mismunandi áhrif á kynin. Þannig geta ákvarðanir stjórnvalda ýmist stuðlað að jafnrétti, viðhaldið núverandi stöðu eða hreinlega aukið á misrétti. Núna vinnum við eftir 5 ára áætlun kynjaða fjárlagagerð sem tók gildi á þessu ári og í verkefnisstjórninni sitja fulltrúar allra ráðuneyta ásamt fulltrúar frá Jafnréttisstofu og hlutverk okkar í verkefnisstjórninni að fylgja eftir vinnunni með áætlunina. Fjármálaráðuneytið hefur forystu gerð áætlunar. Þetta lög opinber fjármál eru lög sem heyra undir fjármálaráðuneytið og þar af leiðandi á verkefni í rauninni heima þar og upplýsingar framvindu eru birtar í skýrslu ráðherra jafnréttismála sem nú forsætisráðherra. Það var verkefni var hjá velferðarráðuneytinu, hjá ráðherra félags- og jafnréttismála eins og hann hét þá en fluttist yfir síðustu áramót til forsætisráðuneytisins. Það gefin út grunnskýrsla árlega af forsætisráðuneytinu og þar farið yfir markmið stjórnvalda varðandi jafnrétti kynjanna sem síðar verða tengd við markmiðssetningu málefnasviða, aðgerðir og mælikvarða. Og við erum akkúrat inn í okkar ráðuneyti að vinna núna inn í grunnskýrslu 2, minna upplýsingarnar inn í grunnskýrslu 2. Þá farið yfir kynja og jafnréttismat á málefnasviðum sem grunnvinna ráðuneyta þegar kemur að því að draga fram kynja og jafnréttissjónarmið. Aðgengi að kyngreindum tölfræðigögnum eina lykilforsendum kynjaðra fjárlagagerðar og reyndar annar gæðavinnu á sviði samþættingar kynja og jafnréttissjónarmiða. Það var settur á fót starfshópur stjórnarráðsins söfnun, notkun og birtingu kyngreinda tölfræðigagna með aðkomum frá Hagstofu, Jafnréttisstofu og sambandi sveitarfélaga. En ég veit hreinlega ekki hvernig það mál stendur og hafði bara ætlaði mér að tékka það af núna fyrir fyrirlesturinn en hreinlega hafði bara ekki tíma til þess. Þannig ég veit ekki hver staðan þar. Við leggjum áherslu á að greina stöðu kynjanna út frá markmiðum jafnréttislaga og laga fjárlagagerð.
Og síðan það þetta samstarf sem mjög mikilvægt. Það samstarf við sveitarfélögin og háskólasamfélagið og Hagstofu. Sveitarfélögin eru líka búin að vera að innleiða kynjaða fjárlagagerð. Þau eru komin mislangt, en til dæmis Reykjavíkurborg er komin mjög langt og hefur innleitt þetta í sína fjárhagsáætlanagerð, þannig að þar talað kynjaða fjárhagsáætlanagerð og þar þessu fylgt held ég alveg ágætlega eftir. Þetta í rauninni ársferillinn kynjaðra fjárlagagerðar. Ef það einhver sérstök verkefni þar fyrir utan, þá eru þau ekki inn í þessari 5 ára áætlun. Þannig að það geta alltaf komið upp aukalega einhver ný verkefni. Og þá tekur Guðlaug við. Takk fyrir það. Þessi hérna? Já. Má ég hafa punktana unnur? Já, auðvitað. Já, sælir þið. Heyrðu, hérna út frá öldrunarþjónustu, þá getur nú tæplega verið meira kynskiptara sjónarhornir heldur en hér. Þau eru reynda 2, annars vegar það á þá sem að veita þjónustuna og sú þjónusta í megin atriðum 2 konar, annars vegar formleg þjónusta sem ég fer yfir núna á eftir og svo hins vegar óformleg umönnun. Og í báðum þessum, bæði þessi forma veitingu þjónustu, að þá það konur sem að náttúrulega í yfirgnæfandi meirihluta, bæði sem að vinna í heilbrigðisþjónustunni á öllum levelum og svo hins vegar óformlega umönnunin sem að veitt við ættingja og vini. En þessi formlega heilbrigðisþjónusta væri þá bara bæði innan stofnana utan að heilsugæslu, hjúkrunarheimili, heimahjúkrun, heimaþjónusta og svo framvegis. Og það bara skemmst frá því að segja að konur eru í yfirgnæfandi meirihluta sem veita þessa þjónustu. En svo það hins vegar hjá þeim sem að þiggja þjónustuna, að það náttúrulega líka verið að tala konur í meirihluta, því að konur verða eldri heldur en karlar eins og við vitum. En eins og við komið í ljós að það forskot segir ekki allt. Konur geta nefnilega venst þess að eiga færri góð ár heldur en karlar, en meira það síðar. En það sem Unnur myndist á núna framundan eða í kynningunni hérna á undan, Elín myndist á það, að það sem að mætir okkur framundan mikil fjölgun 65 ára og eldri á næstu árum. Þarna við að sjá eftirstríðsára kynslóðirnar verða aldraðar. Og það náttúrulega þessi stóru kynslóðir sem að búin að koma okkur til nútíma samfélags sem að núna komin að það stig að þurfa á okkar þjónustu að halda og við verðum náttúrulega færri sem að sem sagt yngri og enn færri sem enn yngri, þannig að hlutfallið sýnir hérna á þennan hátt að fjöldi þeirra sem á vinnufærum aldrei þeim fækkar á hvern aldraðan úr tæplega 5 á hvern aldraðan sem núna og fram til sjá það fyrir 2 hérna bara upp úr meðri öld. Þannig að það ekki bara það að við fáum miklu fleiri aldraða, heldur fáum við líka miklu færri til þess að vinna, hvort sem það að beinni þjónustu við aldraða eða til þess að standa undir henni á annan hátt. Og fyrir þá sem að ekki lifa og hrærast í öldrunarþjónustu alla daga, ég veit nú bara eina hérna inni, Berglindi, sem að gerir það, en veit ég ekki alveg hvernig þetta kemur út, þessi glæra, og afsakið að hún á ensku, en svona heilbrigðisþjónusta á Íslandi, mjög skýr og afmörkuð. Og
Og hver rekur hana? Það ýmist ríkið sem að rekur heimaþjónustuna eða heimahjúkrunina segir frá heilsugæslustöðvum. Síðan það sveitarfélögin sem að reka félagslega heimaþjónustu sem að þá á félagslegum grunni, ekki heilbrigðisþjónustu, og síðan dagþjálfun, bæði almenna dagþjálfun og svo dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun. Þar fyrir utan það ýmist ríkið eða félög, svona non-profit organization sem að reka hjúkrunarheimilin, eða þetta gert fyrir peningaríkisins, þetta nú oft sveitarfélögin sem að reka þess, en svo þar fyrir utan þá höfum við þessu óformlegu þetta svona aktivitet sem að reki þá bæði af sveitarfélögum, þessi aktivitet fyrir aldraða bæði á vegum kirkjunar og félagasamtaka og sveitarfélaga. Þannig að þarna koma margir vinklar inn, á mörgum höndum og togast á ýmsa vegu, þannig að hvatarnir virka oft ekki mjög vel, sem kannski skiptir ekki öllu máli, en það sem skiptir mestu máli fyrir þeim sem þiggur þjónustuna, þá lítur þetta oft mjög ruglingslega út. Hver á að gera hvað og hver á að þjónasta með þetta og hitt. Þannig að þetta mjög ruglingslegt, og þarna sé ég nú reyndar Halla líka, hún líka lifir og hræðist í aldranaþjónustu. Skýrsla sem var gerð, sem sagt út frá þessari kynjaglerugum, hún var gerð 2014 og hefur ekki verið endurtekin, ekki ennþá. Hún sýnir þennan málaflokk að margvísleg kynjasjónarmið tengjast málaflokknu sem að þarf að styðjast við þegar unnið að stefnumótun fyrir málaflokknum. Þörf karla fyrir dvöl á hjúkrunarheimili metin meiri heldur en fyrir konur, og konur bíða lengur eftir hjúkrunarrými heldur en karlar. Og hlutfallslega fleiri karlar með færni og heilsumat létust áður en að þeir fengu úthlutað hjúkrunarrými. Og eins og kannski kom fram á skýrslunni hérna fyrir framan, og kannski vitum við það öll, en það þarf alltaf mat áður en að þú ferð, það verður að hafa samþykkt mat áður en þú ferðin á hjúkrunarheimili. Þannig að það sem að koma út það að karlar eru metnir í meiri þörf, en konur bíða lengur eftir hjúkrunarheimili, en karlar hlutfallslega fleiri létust áður en að þeir fengu úthlutað hjúkrunarheimili. Voru sem búin að fá samþykkt en létust áður en komist inn. Konur eru hlutfallslega fleiri en kallar, konur í 64% tilvika eru fleiri en kallar í 36% tilvika inn á hjúkrunarheimilum og eru fleiri á biðlista. Hærra hlutfall kalla flytur inn á hjúkrunarheimili fyrir 70 ára aldur, en flestir af báðum kynjum flytja inn á hjúkrunarheimili á aldursbilinu 80 til 89 ára. Munur á kynjunum á vali á tómstundum á hjúkrunarheimilum, og þetta getur nú Berglind sagt ykkur miklu meira sem iðjuþjálfi, skort á aktiviteti fyrir karla inn á hjúkrunarheimilum. Mun fleiri konur eru skráðar sem nánasti aðstandandi heimilismanns, eða 1064 á móti konur á móti 729 körlum, þannig að munurinn talsverður, þetta eru eitthvað 30%. Konur eru oftar skráðar aðalumönnunaraðilar en karlar, og einnig annast þær oftar aðstandendur sína.
Konur eru í meirihluta þeirra sem starfa við umönnun á hjúkrunarheimilum og eru 90% starfsfólks en karlar eru hlutfallslega fleiri í stjórnunarstöðum. Af starfsfólki þá eru fleiri konur faglærðar en karlar. Karlar eru aftur á móti hlutfallslega fleiri í tekjuhæsta hópi starfsfólks. Svo hérna að umönnunarbyrði, þessi óformlega umönnun. Hérna ætla ég nú aðeins að segja meira hérna þessa glæru sko. Ákvarðanir varðandi hjúkrunar, dvalar og dagdvalarrými hafa mikil kynja- og jafnréttisáhrif og á það bæði við þá sem starfa innan þess að geira og þá sem eiga rétt á þjónustunni. Konur eru oftast skráðar sem umönnunar eins og fyrir segir, karlar eru yngri þegar þeir flytja inn á hjúkrunarheimili og hjúkrunarþyngd þeirra er meiri samkvæmt þessari rannsókn, frá 5 ára gömlu rannsókn. Konur bíða lengur eins og fyrir segir og já, þetta er komið. Umönnunarbyrði, þessi óformlega umönnun sem að þú ert þá ekki á launum við að veita þessu umönnun, þú ert að veita umönnun aðstandanda. Óformleg umönnun, öll hin öldrunarþjónustan sem að veitt af aðstandendum og vinum. Hér að ræða hluta af ólaunaðri vinnu sem ekki hefur verið viðurkennd eða tekin með í hagkerfinu. Bent hefur verið á að ólaunuð vinna kvenna er útilokuð þegar kemur að því að meta virði og afköst og hafa ýmsir fræðimenn kallað eftir sýnileika þeirra starfa. Í Finnlandi hafa áhrif ólaunaðrar vinnu talsvert verið skoðuð og bent á þörf á verðmati þessara þjónustu. Ólaunuð vinna var þar metin 39% af vergri landsframleiðslu í Finnlandi en hefur ekki verið metin hér á landi. Ef við sjáum hérna aðeins af þessari glæru, þá er fólk hér á landi, þetta eru sem sagt upplýsingar og fyrirlestri Kolbeins Stefánssonar umönnunar ábyrgð aðstandenda. Þetta var málþing sem var haldið núna í nóvember. Samkvæmt niðurstöðum Eurostat að þá er fólk á Íslandi líklegra en íbúar annarra Evrópulanda til að veita þessa óformlegu umönnun og umönnunarábyrgð eykst hratt þegar fólk kemst að miðjan aldur. Konur bera meiri umönnunar ábyrgð heldur en karlar og munurinn eykst með hærri aldri. Háskólamenntun tengist minni umönnunar ábyrgð karla. Sem sagt að það er eina sem að dregur úr umönnunar ábyrgð karla þegar þeir eldast, það er þá mögulega að vera háskólamenntaðir. Mikil atvinnuþátttaka, langar vinnuvikur, mikil umönnunar ábyrgð. Þetta er það sem við búum við hér, en hins vegar upplifum við ekki svo mikið árekstra á milli einkalífs og vinnu, sem eru þá náttúrulega bara okkar launavinna hins vegar og svo öll umönnunarábyrgðin hins vegar, en þetta er talist tengjast að við höfum meiri sveigjanleika í vinnu. Við upplifum alltaf að meiri sveigjanleika í vinnu heldur en aðrar þjóðir. En útkoman er náttúrulega mikið álag í hversdagslífinu. Hérna, það sem ég myndist á áðan með að þrátt fyrir að konur verði eldri heldur en kallar og munar talsverðu, 84 ára verða konur og kallar bara rétt rúmlega áttræðir, en það segir ekki allt. Forsætisráðuneyti gaf út skýrslu núna í september, hagsæld og lífsgæði, þar sem að koma meðal annars niðurstöður lífslíkur við góða heilsu eftir kyni og þarna er nú ekki alveg jafn skipt eins og þið sjáið.
lífslíkur á Íslandi eru konur 84 ár og karlar 80,6 ár, en hins vegar eru lífslíkur við góða heilsu hjá konum 66,2 ár en karlar 71,5 ár. Hin árin, sem eru þá ekki við góða heilsu, að þar eru við konur megum búast við tæplega 19 árum en karlar 9. Þetta náttúrulega kemur algjörlega heim og saman við nýliðun í hópi örorkulífeyrisþega tímabilið síðustu 10 ár, sem helmingi fleiri úr hópi kvenna yfir 50 en karla eru sem sagt í þeim hópi, af sama aldurshópi. Og það má benda á það að af þessum sem sagt hópi í þessum hópi sem að núna var með metin 75% örorku núna í janúar, að þá voru það 30% með stoðkerfissjúkdóma. Ég ætla nú að byrja eftir þessu setningu. Í janúar 2019 eru 13.326 konur skráðar með 75% örorku eða endurhæfingamat. Af þeim eru rúm 30% með stoðkerfissjúkdóma sem fyrsta mat eða aðal orsök fyrir örorku, en karlar voru þarna 8.616, sem 55% færri, og af þeim hópi, karlahópnum, að þá eru 15% þeirra með stoðkerfissjúkdóma sem fyrsta matið og aðal orsök. Þannig ef við leggjum þetta saman, þá væri þetta nú fróðlegt að sjá hvað önnunin er að færa okkur konum í að launum. Þessi glæra, eins og við sjáum, er nú bara dónalega klift hérna úr mynd sem úr fyrirlestri doktor Sigurveigar Sigurðardóttur, úr fyrirlestri hennar á Sögumálstofu, en hérna sjáum við hverjir að veita óformlegu aðstoðina. En konur eru líklegri til að veita óformlega aðstoð en karlar. Hjá fólki sem býr eitt það í flestum tilvikum dótturinn eða tengdadótturinn sem veitir óformlega aðstoð, hvort sem það við karla eða konur. Og synirnir eða tengdasynirnir eru þeir sem veita konum óformlega aðstoð í 21,5% tilvika, en einungis 3,6% tilvika veita þeir karli óformlega aðstoð. Konur eru líka líklegri til að veita óformlega aðstoð við einstaklinga í sambúð. Oftast það makinn, þá náttúrulega líklega kona oftast, sem veitir körlum aðstoð í 86,7% tilvika, en makar kvenna, þá líklega oftast kallar, veita aðstoð í 62% tilvika. Þannig erum við að tala þó nokkuð stóran mun, 25% munur. Athygli vekur að konur í sambúð fá meiri aðstoð frá börnum, tengdabörnum eða öðrum en karlar. Og hverju skildi það sú aðstoð frekar liggja í? Það jafnvel aðstoð við daglegar skyldur kvenna sem að hverfa ekki með hækkandi aldri? Kannski aðstoð við verk sem að gagnast báðum en skrifuð á skyldur konunnar? Það er spurning. En áhersla núna í þjónustu aldraða, eins og Unnur mennti á, að þá náttúrulega skiptir það gríðarlega miklu máli hvaða ákvarðanir eru teknar, hvernig það kemur út fyrir kyn. Í þessari gríðarlegu fjölgun aldraðra að þá dugir bygging hjúkrunarheimila skammt til að mæta viðsnúningi í aldurssamsetningu þjóðarinnar. Það bæði náttúrulega afskaplega dýrkostur, og svo verður færra fólk á vinnubærum aldri á hvern aldraðan einstakling þegar fram í sækir. Þannig við höfum hvorki mannskap í þetta né efni á því að byggja hjúkrunarheimili í því mæli sem að við notum hjúkrunarheimili núna.
og þess vegna er það sem við þurfum að gera er að minnka þörf á hjúkrunarheimilum. Einhver pólitíkur segði að við fækkum aldruðum en það er nú kannski ekki alveg það við ætlum að gera en kannski fækkum hrörnum eða seinkum hrörnum og þannig talið seinkun og þörf fyrir umönnun. Og áhersla núna er heilsuefling og aðrar fyrirbyggjandi aðgerðir til stuðnings lýðheilsu og stuðningur við sjálfstæða búsetu. Utanstofnanaþjónusta og sveigjanleiki í þjónustunni og velferðartækni. Þarna verðum við náttúrulega líka sérstaklega að horfa á hvaða áhrif hefur þetta á karla og konur. Ef að konur eru aðal umönnunaraðilarnar þá verðum við að hafa mjög vakandi augu fyrir því hvaða áhrif þetta hefur að auka stuðning við sjálfstæða búsetu og leggja minni áherslu á hjúkrunarheimili. Það er spurning, við verðum allavega að hafa augun opin í því. En þær aðgerðir sem við verðum að fara í núna er aukið fé í utanstofnanaþjónustu. Aukin áhersla er á uppbyggingu þjónustu utan stofnana, til dæmis hefur ráðherra nýverið lagt 200 milljónir í heilsueflandi móttökur og heilsugæslustöðvum, bara í síðustu viku. Þjónusta þarf að vera sveigjanleg og vera stigvaxandi eftir því sem hennar er þörf, en ekki on-off. Það er annaðhvort ertu heima eða inn á hjúkrunarheimili. Einnig þarf að taka tillit til mismunandi þarfa eftir landsvæðum, þar sem aldursdreifing er ekki sú sama yfir landið. Og þið sjáu það hérna á þessu að hér Suðurnes sem menn eru yngstir, eru lægst hlutfall aldraðra, en aftur á móti eru þeir fjölgar rosalega hægt, það flytja frá margir á þetta, en þið sjáu að þetta er mismunandi eftir svæðum og þetta er þessi skipting sem við notum varðandi heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi að aldursskiptingin er misjöfn. Eins og Vesturlandi þar eru hátt hlutfall aldraðra á Norðurlandi. En töfraorðið fyrir öldrunarþjónustu er samþætting. Ólíkir aðilar koma að, bæði sveitarfélög, ríki og ólíkir vinklar þjónustunnar, eins og ég sýndi þarna á flækjustigsmyndin áðan. Þessa þjónustu verður að samstilla, annars er hætta á sóun í þjónustunni. En að mestu munur auðvitað að fólk sé við það góða heilsu að það þurfi ekki á þjónustuna að halda. Heilsa á efri árum er sjaldnast tilviljun, heldur endurspeglar að stórum hluta hvaða lífstíl við höfum tamið okkur í gegnum lífið. Lífstíl sem einstaklingur hefur 60-aldurinn hefur sýnt sig að hafa mikið forspárgildi fyrir heilsu viðkomandi á efri árum. Hnignunaráhrif eru óhjákvæmileg, en við þeim er hægt að sporna og viðhalda þannig góðri heilsu og auknum lífsgæðum lengra fram á efri ár. Lífsgæðin eru ótvíræð ef heilsan er í lagi og fjárhagslega munar það miklu ef hægt er að seinka þörf fólks fyrir þjónustu, sérstaklega þörf fyrir hjúkrunarheimili. Og því að gefa þér orðið eftir. Eða hvað? Hérna pikkaði ég út úr stjórnarsáttmála núverandi stjórnar, sem sagt punkta sem að tilheyra þessum málaflokki, öldruninni. Stjórnarsáttmáli kveður á uppbyggingu hjúkrunarrýma, en það er einnig áhersla á aðra þætti eins og dagþjálfun, endurhæfingu og heimahjúkrun. Og í stjórnarsáttmálinu kemur líka fram að það sé mikilvægt að líta til ríkjandi kynjasjónarmiða. Það er innbyggt í kerfin, eins og Guðlaug var að tala að konur taki frekar að sér umönnun og að karlarnir séu veikari og afleiðingin af þessu öllu er þyngri umönnunarbyrði kvenna. Og í stjórnarsáttmálanum segir enn fremur: ráðist verður í stórsókn í uppbyggingu og mun hún birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem hún nú gerir.
Hluti fyrirhugaðs þjóðarsjóðs gæti nýst í þetta verkefni. Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður einnig lögð á aðra þjónustuþætti svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Og ef við tökum saman stöðuna, af því að nú á stjórnin í rauninni bara í kosningar eftir rúmt ár, tæp tvö ár, þá staðan svo að núna á árinu var tekið í notkun 40 rýma hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi. Það voru opnuð 12 rými, verða opnuð í Drafnarhúsi í Hafnarfirði núna fljótlega eftir áramótin og þar að ræða dagdvöl fyrir heilabilaða. Í Bígerð eru 25 rými með sveigjanlega dagdvalarþjónustu og 99 rými á Sléttuvegi verða opnuð mánaðamótin febrúar-mars 2020. Þannig að eitthvað nú verið að gera. Og ef við förum hérna aðeins í fjármálaáætlunina, þetta gildandi fjármálaáætlun. Fjármálaáætlun endurskoðun einu sinni á ári og núna eftir áramótin munum við hefja vinnu við nýja fjármálaáætlun sem mun þá gilda fyrir 2021 til 2025. Og það verður í rauninni, það síðasta fjármálaáætlun fyrir stjórnarskipti, þannig að næsta ára þar á eftir þá mun líklega ekki koma út nein fjármálaáætlun. Þannig að það kemur aðeins lagg í það. En meiningin með lögum opinber fjármál meðal annars að fjármálaáætlun sé rúllandi, þannig að sú stjórn sem tekur við, taki við fjármálaáætlunni og vinni síðan nýja árið eftir. Það hafa verið skilgreind 3 markmið fyrir málaflokkinn í fjármálaáætlunum og það í fyrsta lagi að biðtími eftir hjúkrunarrýmum verði undir 90 dögum. Skortur á rýmum hefur leitt til þess að biðtími lengist og þá skapast annar vandi eins og þessi svo kallaði fráflæðisvandi á sjúkrahúsunum. Þannig að eldra fólk sem fær ekki pláss á hjúkrunarheimili en samt orðið veikt, það liggur þar og teppir pláss. Annað markmið bætt þjónusta við eldra fólk sem þarf á hjúkrunarheimili að halda en glímir við samþættan geðheilbrigðisvanda og áfengis- og eða vímuefnavanda. Og það talið nauðsynlegt að bregðast við vanda þess fólk með sértækri þjónustu til að bæta heilsu og vellíðan. Og slíkt myndi einnig létta á öðrum þjónustuþáttum heilbrigðisþjónustunnar. Og þriðja markmiðið síðan að auka aðgengi að dagdvalarþjónustu. Dagdvalarþjónusta mikilvæg til að styðja fólk legin búsetu og mikilvæg til þess að draga úr álagi á fjölskyldur vegna mikilla veikinda, til að mynda vegna heilabilana. Á árinu var samþykkt heilbrigðisstefna til 2030. Hún var samþykkt á Alþingi í vor og hún grunnurinn að öðrum stefnum og sýnir áherslur í heilbrigðiskerfinu. Og eina af þeim áherslum siðferðisleg viðmið og gildismat og það var haldið heilbrigðisþing nú í nóvember siðferðileg gildi og forgangsröðun í kerfinu. Og afurð þess heilbrigðisþing verður þingsályktunartillaga sem heilbrigðisráðherra leggur fram á Alþingi nú í vor. Önnur áhersla í heilbrigðisstofnun að þjónustan sé veitt á réttum stað og það skiptir ekki síst máli í þjónustu við aldraða, talandi stuðning við sjálfstæða búsetu og hjúkrunarheimili. Og síðan talað virka notendur og hvernig megi auðvelda fólki að veita þjónustu velja þjónustu og stuðning eftir þörfum og mikilvæg þess að veitendur heilbrigðisþjónustunnar skilji þarfir og væntingar fólks og vinni með því að úrlausnum eftir heilsufarsvanda og hvernig nýta megi upplýsingatækni og stafræna lausnin til að veita almenningi upplýsingar og þjónustu og leiðsögn. Það fjallað skilvirk þjónustukaup og fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar, kaup á heilbrigðisþjónustu og greiðslur til veitenda og allt skiptir þetta máli þegar við horfum til kynjaðrar fjárlagagerðar vegna þess að kerfið okkar og hefur verið flókið
og það sem verið að reyna að draga fram þarna í þessari stefnu, það margt af því til einföldunar og gengur vonandi eftir. Svo má velta fyrir sér þessum framtíðar áskorunum. Ég pikkaði hérna upp úr gömlum gögnum frá mér af því mér fannst þetta svo skemmtilegt á sínum tíma. Diana Elson breskur hagfræðingur og félagsfræðingur og þetta hugmyndir sem að hún setti fram 2014 áframhaldandi útvíkkun og þróun kynjaðrar hagstjórnar. Og sko þar talar hann betri nýtingu útgjalda, bæta greiningu áhrifaþátta og taka inn í dæmið áhrif ólaunara vinnu sem er endalaust rætt sem kemur niður á konum. Konur sinna þessar ólaunuðu vinnu, hún kemur niður á heilsu þeirra og þetta í rauninni sko, já, ég get bara tekið persónulegt dæmi. Ég misti föður minn fyrir 1,5 ári og það munaði bara svona að mamma fær líka vegna þess að það var gjörsamlega búið að ganga frá henni í umönnunarhlutverkinu. En hún braggaðist og hins sprækasta núna og verður nýræð í byrjun árs og ætlar til Kanarí. En þetta og það var rosalega erfitt að horfa upp á þetta og við komum endalaust á lokuðum dyrum þangað til að hann komst inn á hjúkrunarheimili bara 3 vikum áður en hann dó. Þannig að þetta sko ég veit að það eru margir sem geta sagt svipaðar sögur. Elson bendir á að það þurfa að meta skilvirkni mismunandi aðferða til að tryggja breytingar í útdeilingu fjármagns. Ok, við gerum eitthvað, við segjum við ætlum að gera þetta og hitt og við ætlum að greina þetta svona og svona, en hvað svo? Hvernig metum við eftirfylgnina og hvernig þessar aðferðir, þær að skila árangri? Það við erum ekki alveg, finnst mér að allir leiti komin þangað ennþá, sko, þó við séum kannski á leiðinni. Og það þarf að meta endurskipulagningu þjónustunnar og síðan talar hún að víkka út kynjuðu hagstjórnina og taka inn áhrif skattlagningar, skoða markmið fyrir fjárlagahalli, afgangur af atvinna og verðbólga og tryggja stofnanavæðingu kynjaðra fjárlagagerðar. Við erum svo sem það má einhver leyti segja við séum á þessari leið, til dæmis hefur fjármála- og efnahagsráðuneyti greint áhrif virðisaukaskatts á kynin og þar var niðurstaðan að frávik frá meginreglum eitt skattþrep séu líkleg til að valda kynjahalla og ívilna frekar körlum en konum. Nú við höfum einnig tryggt stofnanavæðingu einhverju leyti með innleiðingu og lögfestingu kynjaðra fjárlagagerðar en betur má ef duga skal. Og svo það þessi uppáhaldstilvitnun sko. Þetta tilvitnun í André Dworkin frá 1981. Hún var róttækur feministi eins og einhverjir ykkar vita örugglega og afar umdeild. Hún var að mörgum talin mikill karlahatari en þessi tilvitnun átti vissulega rétt á sér þegar hún var sett fram. Karlar stýrðu þá fjárlagagerð og fjármálum langt umfram konur. Við getum síðan spurt okkur hvort tilvitnunin eigi að einhverju leyti við í dag. Það hefur mikið áunnist og lögfestingin var afar stórt skref. Ferlið við jafnréttismati stöðugt að vera fastari í sessi við orðið ýmis verkfæri, svo sem gátlista við mat á áhrifum lagafrumvarpa og sniðmat sem eiga auðvelda greiningu á kynjaáhrifum, jafnréttismat á málaflokkum í fjárlögum. Skilningur hefur einnig aukist og sífellt fleiri sækja sér menntun í kynjafræðum. Lykilatriðið að jafnréttismati sé samþættin í ferlið við fjárlagagerð og frumvarpagerð og að kyngreind gögn sé til staðar og notuð við greiningar. Svo það eftirfylgnin, það eitt að greina og annað að breyta og framfylgja. En eins og áður sagði þá hefur mikið unnist undanfarin ár og stefnt að því að jafnréttismat verði sjálfsagður þáttur í gerð fjármálaáætlunar og fjárlaga í öllum málaflokkum. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir. Þetta var já, aðeins, ég vildi samt ekki reka mikið á eftir ykkur. En við höfum allan að smá tíma fyrir umræður. Þannig að þið megið bara gefa mér merki ef þið eru með spurningar.
mér langar kannski að byrja bara á einni og svo kannski tökum við einu viðbót, þið getið svarað og sjá hvað margir vilja taka þátt. Sko, þetta er auðvitað eins og þið fóruð yfir alveg ótrúlega kynjað, kynjaður málaflokkur og einhvern veginn ég sé pínu fyrir mér einhvern svona vítahring, sko, af því að eins og þið voru að tala sko, bæði fólki sem að vinnur í þessum geira, það er allt konur, og svo fólki sem að, er ekki að vinna í geiranum, heldur, það þarf að annast ættingja eða eitthvað, það eru líka konur, þannig einhvern veginn, og svo að því ég er nú verkalýðskona, sko vinnu aðstæðurnar líka í þessum greinum, er það ekki eitthvað sem við þurfum líka að skoða? Nú kannski er við svolítið lituð að vera í kjaraviðræðum alla daga, þessa dagana, og til dæmis bara aðstæður fólk sem vinnur vaktavinnu, sem eru náttúrulega í heilbrigðiskerfinu stórum hluta konur, og þannig ég velti fyrir mig hvort það ættum að taka þessi mál líka inn í eða hvort það sé bara á öðrum vettvangi þar sem það er skoðað. Já, en bara, þetta er kannski ekki beint spurning, en maður, velti fyrir sig hvort það sé ekki líka þá áhrif á þessari vinnu sem er að hafa það áhrif að konur lifa skemur við góða heilsu. Það og þessi umönnunarbyrði á öllum þessum fjölskyldumeðlimum. En það er spurning aftasta bekk. Stoppa aðeins, heyrir ekki alveg og nota mikrofón. Er þetta ekki allt í lagi? Já. Fleiri? Já, ein hérna. Takk fyrir forseti. Ég heiti Berglind og er einn þeirra sem standa að farsæl eldfjörðarþekkingarmiðstöð og er eins og Guðli sagði á kafi í eldfjörðarmálum alla daga og ég kafaði svolítið í þessa tilraunaverkefni velferðarráðsins og það voru sett fram tillögur að aðgerð í eina af þeim var sú að það ætti að gera kröfu á hjúkrunarheimili að þau gæfu sig jafnréttisátt. Ég tengist kannski aðeins sem var mjög áhugaverð tillaga aðgerð vegna þess að það ætti búið að vera í jafnréttislögum frá 2008 að allir vinnustaðir með 25 starfsmenn eða fleiri eigi að setja sig jafnréttisátt. Þannig að ég mjög áhugaverð tillaga og að þetta í raun og veru fara inn í kröfulýsingu hjúkrunarheimila þegar var gerður rammasamningur við hjúkrunarheimilin árið 2016 sem byggði á þessari kröfulýsingu. Þannig að mig langar að spyrja hvernig er þessari aðgerð fylgt eftir gagnvart hjúkrunarheimilunum að þau setja sig jafnréttisátt og innihalda þau. Hvað eiga þær jafnréttisáætlanir að innihalda? Vegna þess að eins og er nefnt við vinnumarkaðinn þá er hann mjög kynskiptur og meginhluta samansettur af konum á báðum höfum með erlendan bakgrunn sem standa mjög öflugum fæti á íslenskum vinnumarkaði. Þessi tilvitnun er mjög áhugaverð í samhengi við hjúkrunarheimilin Money Speaks, but it speaks with a male voice, eins og kom fram hlutfall karla meðal vinnuaflsins á hjúkrunarheimilum, það hækkar eftir því sem launin hækka, það eru karlarnir sem tala bóndalega, ekki neitt á pening. Það var annað sem var fjallað í þessari skýrslu, það var kynjaleg áhrif á heilsu, þessast heilsufarsþættir í ræmati á hjúkrunarheimilum, þar sem að ræmati var kynjaleg og kom fram að algengi summa gæðavísa var yfir viðmiðin hjá öðru kyni, yfir það sem átt að vera ásættanlegt í gæðum vinnumarkaðar. Og þá í framhaldi af því, önnur spurning varðandi það hvernig er fylgt eftir þessum upplýsingum sem komu fram í skýrslunni það að heilsa annars kynsins er ekki í lagi miðað við þau viðmið sem sett eru. Þetta eru mjög góðar og stórar spurningar. Viljið þið ekki bara taka við núna og svo sjáum við bara hvort við höfum tíma fyrir fleiri?
Já, takk fyrir þetta. Þetta eru ansi stóra spurningar. Landlæknisembættið hefur náttúrulega eftirlitsskyldu við hjúkrunarheimili og hefur þar, gerir þar reglulegar úttektir. Ég verð bara að viðurkenna hér og nú að ég hef ekki tekið eftir því í úttektum Landlæknisembættisins að það sé sérstaklega tekið fram hvort að jafnréttisáætlun sé á viðkomandi hjúkrunarheimili. En hins vegar ef að eins og kemur fram og þá er það lögbundið að stærri stofnanir eigi að hafa slíkt. Þannig, hvað sér ég? Já, þannig að Halla eiginlega svaraði þessari spurningu, Berglind. Sko það er alveg ljóst að það þarf að greina betur áhrif þessa álags á annað kynið. Við vitum það úr vaktavinnu og það veit svo til að ég er líka úr stéttarbaráttu grunni að við vitum það að vaktavinna hefur fylgni við brjóstakrabbamein. Við vitum það meðal hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra allavega en þessi stoðkerfisvandamál og þetta viðmið góð ár að þetta er sláandi og við verðum að skoða þetta betur. Það er bara þannig og ég held að það hljóti að vera áhersla okkar sem að núna erum að skrifa hreinlega með kynjaglerugum stöðuna að þetta er eitt sem að þarf að skoða. Ég tek undir það að ég sakna kynjavinkilsins úr heilbrigðisstefnunni. Það var greinilega bara tekin ákvörðun að hafa hana svona á einhverju overlevel og ekki fara þangað niður eða lengra niður. En við erum hins vegar að, ég vil trúa því að við séum sífellt að standa okkur betur hvað varðar fjármálaáætlunina og jafnréttismötin og að greina jafnréttismeta alla málaflokka. Það og grunnskýrslan hjálpar okkur þar. Grunnskýrsla 1 liggur nú fyrir og við erum að vinna eins og ég sagði áðan upplýsingar í grunnskýrslu 2 sem að á síðan að nota líka í fjármálaáætlunina og meiningin er að allir málaflokkar sem mögulega hafa einhverju jafnréttis kynjaáhrif verði metnir í fjármálaáætlun árlega og þá skapast líka bæði í fjármálaáætluninni og með grunnskýrslunni svona vettvangur til að taka stöðuna og segja við ætlum að gera þetta, gerðum við það ekki eða gerðum við það hluta, náðum einhverju árangri, erum við að gera eitthvað, þannig að ég reyna að vera bjartsýn og ef ég hugsa tilbaka bara hvernig þetta var þegar við byrjuðum, þá hefur vissulega mikið áunnist. Ef að taka eina stutta í lokin, ef hún er stutt, tíminn er búinn sko. Það er ekki spurning, það er bara pæling, það er alveg stutt. Ég bara held einhvern veginn að það sé svo mikilvægt að skoða þessi óvenju umhverfisstörf af því að það eru svo afslumpandi. Bæði, held ég, heilsufarslega og líka framhaldslega. En svo í leiðinni, þá einhvern veginn, og það finnst ég tala eftir sem að segja, að þessi svo líka mikilvægt að hafa, við erum alltaf að skoða þróunina, lífþróunina, fjölgun aldraðra, helmingsfjölgun, 2040 sem var rétt frá núna og svo erum við að skoða færri vinnandi hendur en við vantum að skoða hann hópa á milli. Það er alveg aldurshópur á milli, hvað er hann að gera? Það möguleiki í samfélagi sveianlega þjónustu við aldraða að nýta þann hóp með einhverjum hætti og það er alls ekki hafði fyrir ólaunuðu er það eitthvað möguleiki? En allavega held ég að lykilatriði sé að afhjúpa einhvern veginn þessa ólaunuðu vinnu vegna þess að ég held að hún einhvern veginn beinir sjónum okkur svo mörg öðru sem þarf að bæta um að. Já, endilega. Ég myndi mjög gjarnan vilja sjá hér gert eitthvað svipað og Finnland
lesa sko upplýsingar. Það var líka ekki Já, vissulega sko, en í okkar tilfelli það fyrsta að draga upplýsingarna það. Það ekki fyrir það. Já, heyrðu, já, ég held að hérna, þó við getum örgulega verið hérna lengur og rætt þetta betur og meira, þá held ég að það sé rétt að slíta þessum fundi og ég vil bara þakka ykkur kærlega, auðvitað fyrst þakka fyrirlesurunum og þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og þátttöku í umræðunum og ég vil líka vekja athygli ykkar á fyrirlestraröð RIK sem á vormisseri sem hefst í janúar og þar verður þemað kynjaðar víddir loftslagsbreytinga sem náttúrulega mjög áhugavert, allavega í mínum huga. Og það hægt að finna allar upplýsingar það á hérna vefsíðu RIK sem rik.hi.is. Og ég þakka líka fyrir mig.